Tap gegn Aftureldingu staðreynd í heldur 4 leik, bara svona þín fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Svekkjandi. Við vorum aðeins svona áttu erfitt með að klukka og sérstaklega í seinni hálfleik. En mér fannst fyrri hálfleikurinn vera allt í lagi þó að við fengið okkur þarna 2 mörk. Það voru svona 2 klaufamörk en við ætlum að koma tilbaka og hann stóð aðeins á okkur hérna í einhverjar 10-15 mínútur en síðan náðum við marki og ég held að við myndum bara sækja ennþá meira en leystist aðeins svona upp sérstaklega eftir 3. markið. Það var svona slitnir, sérstaklega varnarlega. Þið eruð með 0-2 undir í hálfleik þrátt fyrir svona nokkuð fína frammistöðu. Ertu sammála því að hvernig meturðu þennan fyrri hálfleik? Algjörlega sammála og þetta voru eins og við segja, það voru svona mörk kannski sem við erum ekki vanir að fá okkur. En þetta var bara þannig dagur held ég. Og einmitt, varnarleikurinn hefur svona verið nokkuð heilstættur fyrir þennan leik í dag, fáið okkur svona 3 nokkuð ódýr mörk. Hvað heldur að farið úrskeiðis? Er þetta bara óheppni eða hvernig metið þú þetta? Var þetta ekki bara þannig dagur að fór svona, við vorum svolítið óheppnir bara í mörgu en ég er algjörlega sammála að fyrir hálfleikurinn var fínn og við vorum að gera kannski svona 5 svona misheppnaðar sendingar sem var að einhverju skyldisóknum hjá þeim sko en já, þetta var bara svona dagur. Fyrsta tap ykkar í deildinni kom núna í 7. umferð. Hvernig ætlar þú að undirbúa þína menn fyrir næsta leik? Það er bara upp áfram og við getum grenjað í kvöld í dag og ég meina það er ekkert, við vissum það, við myndum kannski ekki vinna alla leiki en þetta var bara þannig dagur að við grenjum í kvöld og komum bara brattir í næsta leik. Takk fyrir.